Sælt verið fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú að þessu sinni ég á Fáskrúðsfirði og þá dugir ekkert annað en að vera í sparifötunum, setja upp slaufu og vera svona þokkalega til fara. Nú það þjóðhátíðar stemning hérna í bænum, reyndar spurning hvort það frekar íslensk þjóðhátíð eða frönsk. Gildir í raun einu því að hér hafa bæði Íslendingar og Frakkar sameinast að skemmta sér undanfarna daga á frönskum dögum. Við skulum aðeins þreifa á hátíðarstemningunni hérna á Fáskrúðsfirði á frönskum dögum. Byrjaði til dæmis með heljarmiklu grilli þar sem hverfin komu saman og grilluðu allir í einum hópi og skemmtu sér vel. Og svo var heilmikil hátíð og varðeldur í gærkvöldi og þar var náttúrulega sjálfsögðu brekkusöngur og svo voru líka flugeldasýning. Kátan brennur, sérhvert kvöld syngur það sko. Örar blóð, æðar rennur, blikar glóð, brestur há. Ég veik, svo kveðjan bærist til gær. Segja stjörnu tvær en þú vilt fyrir mér á ég margt að gera þér alla mína sama ástöðu engin bæn það delar þú Ráskil liggur brotin milli greina því nær hvílir lítur vaxins skóg. Ef ég væri orðin lítið fluga, ég gluggar veitti friði, og þó ég veitir annars mætti duga, ég eflaust gæti kíkt hann yfir þig, já ég eflaust gæti kíkt hann yfir þig. Blóð enn í fastri, og mann reist. Við komum næstu fullir heim. Síðasta skipti herra. Við komum næstu fullir heim. Snemma næsta dag, sterkum höndum réðu menn í land. Sorgar fánar flöktu yfir sand. Þeir sungu saman lag og svart þeir báðu band. Á búðum hljómar ennþá Castellón. Daginn eftir brekkusönginu tók alvaran við. Þá var helgistund í franska grafréttnum sem snart alla viðstadda. Þar eru þekktar grafir 49 franskra sjómanna, en Frakkar kusu fremur að jarðsetja látna félaga sína utan við vígða reiti íslensku kirkjunnar.
Þess vegna eru víða til franskir grafreitir vítt og breitt landið, sumir auðkenndir en aðrir ekki. Það hefur verið venjan á frönskum dögum að minnast þeirra frönsku sjómanna sem þarna eru grafnir, auk þeirra sem hlutu votagröf, en talið að 4.000 til 5.000 frakkar hafi farist við veiðar á Íslandsmiðum. Hér vottum við virðingu okkar þeim fjölmörgu sem sóttu út frá bæjum á norðurströnd Frakklands til veiða á Íslandsmiðum og áttu ekki afturkvæmt heim. Haldið var út á Íslandsmiði í febrúar ár hvert og veitt sleitulaust fram á haust. Aðbúnaður borð var báborinn með við nútíma kröfur og var úthaldið því bæði langt og strangt. Á meðan biðu ástvinir á milli vonar og ótta. Mynd eiginkonunnar sem horfir vonaraugum til hafs enn vel þekkt á norðurströnd Frakklands. Þeir grófi með gröf og bráð sem inni ber með til mat. Frönsku sjómennirnir þekktu vel og reyndu ógnir og hættur hafsins, en einnig hafa þeir þekkt og reynt trú og von og margir haldið fast í sína trúarvissu og þá von sem henni fylgir. Til að hjálpa þeim að styrkjast og eflast hið innra, fylgdu þeim eftir hingað á Fáskrúðsfjörð, kaþólsk trúsyskin þeirra, báðu með þeim og fyrir þeim, studdu þá, uppörfuðu og líknuðu. Drottinn taktu sál franska sjómanna inn í dýrð ríkis þíns. Drottinn, við biðjum þig, bænhertu oss. Sorger lífsins dóttir þér á jörð. Úr firðinum slík til fiskjar enn á ný og færan með all sinni Fáskrúðsfjörð og færan með all sinni Fáskrúðsfjörð. Hluti af franska þorpinu sem hefur verið endurbyggt á Fáskrúðsfirði Kapellan gamla. Upphaflega stóð hún við sjúkraskýlið sem enn stendur á sínum stað, heitir nú Grund og íbúðarhús. Eftir að kapellan hafði verið afhelguð 1923 var hún flutt norðar og ofar í byggðina á Búðum og var húsið nýtt þar sem íbúðarhús og síðast hýsti það verkstæði. Minjavernd keypti húsið og flutti það að gamla læknisbústaðnum. Allir nýtanlegir viðir voru nýttir og mikið af gömlum munum úr kapellinni hafa fundist. Við kapelluna var síðan byggð eftirlíking af gamla sjúkraskýlinu. Kapellan var blessuð af þjónum kaþólsku kirkjunnar og þeirrar íslensku. Ákaflega vel fara á því að við værum saman og þetta hús það leynir á sér, það búið að gegna margs konar hlutverki gegnum tíðina. Og við erum hér saman í sátt og samlyndi og erum að þjóna fólki og ætlum að vinna það saman. Allir geta notað það ef það eitthvað trú. Fannst þér ekki stór stund að blessa kapelluna? Já, þetta ætti ekki að vera ég, það ætti að vera biskup, en það kom svona út. En ég gladur að ég gat gert það. Áttu vonað því að heimamenn nýti sér kapelluna svona til kirkjulegra athafna? Já, rýmið auðvitað takmarkar notkun, en ég sé það alveg fyrir mér að hún gæti orðið vinsæl fyrir minni athafnir. Þegar kapellan hafði verið byggð á sínum tíma ásamt sjúkraskýlinu var tekin þar hópmynd af frökkum við húsin og þess vegna þótti ástæða til að taka aftur hópmynd núna þegar húsin höfðu verið endurbyggð og kapellan blessuð. En hápunkturinn var á laugardeginum þegar nýja franska þorpið var formlega byggt. Þröstur Ólason, stjórnarformaður minjaverndar, sagði sögu framkvæmda við franska þorpið sem staðið hafa allt síðan 2009. Yfir þessu verki öllu hefur metnaður til hús og sögu verndunar sviðið yfir vötnum á okkar hálfu. En umfram allt þetta verk unnið í minningu þeirra þúsunda franskra sjómanna sem komu hingað langan sjó
stunduðu veiðar hér við land, en snéru aldrei heim. Rán tók þá í sinn favn. Þröstur þakkaði Helgu Jónsdóttur, fyrrverandi bæjarstjóra Fjarðabyggðar, fyrir að hafa laðað minjavernd að endurbyggingu frönsku húsanna. Stjórnendum og starfsmönnum minjaverndar hafi ekki þótt þetta árinnilegt í fyrstu, en nú séu þeir þakkláttir fyrir að hafa komið að þessu ævintýri. Helga var viðstödd vígsluna og vonum ánægð með árangurinn. Ég óendanlega glöð að fá að taka þátt í þessu degi og horfa á glæsilegan afrakstur vinnu minjaverndar og fleira fólks. Þetta í mínum huga hefur ég var aldrei frá því að minjavernd tók við að sér verkefnið dregið í efa að það yrði glæsilegt, en í rauninni fer það fram á björtustu vonum og ég trúi því eins og við komum fram hér í dag að þetta verði ekki bara lyftistöng fyrir Fáskrúðsfjörð eða Fjarðabyggð, þetta er lyftistöng fyrir Austurland allt og landið allt. Sendinefnd frá Frakklandi var við hátíðahöldin á Fáskrúðsfirði og hafði sendiherrann orð fyrir þeim við vígsluna. Hann gat þess í ávarpi sínu að Frakkar hafi viljað skapa tengsl og vináttu við Íslendinga á sínum tíma. Ein leiðin til þess hafi verið að byggja upp sjúkrahús eins og þeir gerðu í Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Fáskrúðsfirði. Þau hús hafi ekki eingöngu verið ætluð franskum sjómönnum því þau stóðu einnig opin Íslendingum og þeir greiddu lægra gjald fyrir þjónustuna en Frakkar. Þetta var okkar leið hér áður fyrr til að skapa það sem kalla mætti jákvæða og uppbyggilega mismunun. Megi velgengni og hagsæld einkenna hið nýja hlutverk franska spítalans. Lengi lífi fransk-íslenska vinasambandið. Takk fyrir. Safnið Fransmenn á Íslandi var síðan formlega vígt með því að forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, setti upp merki safnsins á gamla læknishúsið. Er búið að skapa hér tengsl við söguna sem þú finnur hvergi annar staðar á Íslandi. Þennan merka kafla í okkar þjóðarsögu sem við vitum kannski ekki nægilega mikið hvernig erlendir sjómenn þúsundum saman héldu á Íslandsmið og hlutu margir hér grimm örlög og hvernig fyrir rúmlega 100 árum Frakkar tóku þátt í því að byggja upp kapellu, sjúkraskýli. Og öll þessi saga hún birtist okkur hér á mjög lifandi hátt og ég tel að það sem gerðist hér í dag, þessi formlega opnun, uppbyggingin, safnið hér og annað, sé gríðarlega merkileg viðbót við þá upplifun sem við getum veitt erlendum ferðamönnum, getum veitt okkur sjálfum og hefur í raun og veru skapað nýjan áfangastað fyrir þessa 100.000 ferðamanna sem koma til Íslands sem hvergi annar staðar er hægt að upplifa. Ég held að minjavernd og fólki hér á Fáskrúðsfirði og í Fjarðabyggð og bæjaryfirvöldin geti verið mjög stolt af því að hafa fært okkur Íslendingum þessa gjöf. Það byrjaði smátt, átti ekki að vera stórt en hefur svona vaxið alveg greiðarlega og sérstaklega erum við nú stolt af bara hvernig minjavernd vinnur. Þetta er svo vandað, það er hugsað fyrir hverju skrúfu og hverju spýtu og það sjá það allir sem koma hingað hvað þetta er vandað. Svo er ofsalega stolt af okkar safni sem við erum búin að setja þetta upp og lýsir svona mjög vel, hvað við segja, því sem að sjómenn á frönsku skútunum lifðu við hér. Og það er svona festir í sessi að minnast þessara hluta og tengja þessa menningu saman. Upphaf franska ævintýrisins á Fáskrúðsfirði má rekja til þess að Elín Pálmadóttir, blaðamaður og rithöfundur, hóf á sínum tíma að skrifa greinar í Morgunblaðið og gaf seinna út bók veiðar Frakkanna við Íslands strendur. Upp úr því var til áhugahópur á Fáskrúðsfirði til þess að viðhalda frönsku sögunni. Þeir opnuðu safn í Tentaranum sem hefur verið opið árabil og vel sótt. En þeir vildu gera betur
og síðan þróaðist þetta smátt og smátt upp í það ævintýri sem nú orðið. Ég alsæl með þetta og aldrei datt mér í hug þegar ég fór að skrifa þessar greinar í Morgunblaðið og það vöktu svona mikla athygli út allt land að aldrei datt mér í hug að ég ætti eftir að eyða bara hálfri ævinni í áhuga á frönskum sjómönnum og það dauðum. Og það gladdi mig mjög þegar ég sá að við Fransíbiskuð þarna í safninu þá þeim skrifað með lágu letri að eiginlega allt sem þeir hefðu fengið, vissu eða fengið, það væri frá mér og þessari bók. Þetta er mikið séð fyrir Fáskrúðsfjörð, Fjarðabyggð og Austurland allt og þetta myndar náttúrulega inn í þessari miklu uppbyggingu sem sjá núna í ferðaþjónustunni á Austurlandi. Þá er þetta ein fjöðrin í skautförinni í þann hatt. Þannig ég held að þetta eftir að lyfta öllu þessu svæði upp alveg gríðarlega. En það er ekki síður mikið eftir Íslendingar að koma og fara í gegnum safnið og finna þessa upplifun. Því að safnið er ekki bara munir, þetta er líka upplifunin og þetta er alveg, ég held að það verði engin svikin að koma hér og fara hér í gegn. En safnið sem hefur verið búið hér til í þessum húsum sýnir okkur líka hver aðbúnaður frönsku sjómannanna var nánast þannig að okkur rekur í rogastans. Og ég hef sagt við þá í dag sem hafa staðið fyrir þessari uppbyggingu að þó að endurbygging húsana og öll sú umgjörð sé merkilegi sjálfu sér, þá hefur hér verið bætt við nýju safni sem sjálfstæðum hætti opnar okkur Íslendingum, ungu fólki, skólanemendum, almenningi í landinu og þessum gríðarlega fjölda ferðamanna sem hingað kemur algjörlega nýja sýn á þessa sögu. Og það er upplifun sem á svo snjallan hátt byrjar hér í götunni fyrir aftan okkur og þú ferð hér inn í anddyri hótelsins og skoðar þessa muni og minjar sem þarna eins og ferð allt innu niður og þú komin borð í skipið. Og svo þetta merkilega myndverk þar sem nöfn allra frönsku sjómannanna dansa í öldunum og þú finnur fyrir því að þú ert borð í skipinu. Svo gengur þú út úr þessari veröld og þá ert allt innu komið hér út á bryggjuna með þennan opna fjörð og fjallasýnina með þess mætti. Það er engin staður á Íslandi þar sem við getum boðið erlendum ferðamönnum upp á slíka upplifun á 30 mínútur. Eins og þetta safn ásamt bryggjunni felur í sér. Og þess vegna finnst mér það stórkostlega við það sem hér hefur gert, að til viðbótar við húsin sjálf, að þá hefur þjóðinni verið gefin hér nýr áfangastaður fyrir okkar góðu gesti allstaðar á heiminum, en líka okkur Íslendingum verið gefið nýtt safn, þar sem við getum lært okkar sögu. Þú ert búin að gangi í gegnum líkanið á skútunni sem í jarðgöngunum. Hvernig fannst þér? Mér finnst það bara stórkostlegt. Algjörlega. Þú eru ekki orðið sjóveik? Jú, ég bara var það. Ég bara stóð var á eldunum og sagði bara ég bara án sjóveik. Mér finnst það flott hannað. Bara ég hef sagt, hver getur gert þetta? Það er brak og sjáaniður og lyktin og allt saman. Já. Bara stórkostlegt. Þetta er búið að vera mjög gaman. Mjög lærdómsríkt að fá að vinna með þessum mönnum. Nemendamenn eru snillingar í þessu. Það sést líka á húsunum að þetta eru menn sem kunna til verka. Nú ert þú gamall sveitarstjórnarmaður hér á Fáskrúðsfirði. Eru heimamenn ekki stoltir af þessari uppbyggingu? Það held ég að sé. Hver einasti Fáskrúðsfirðingur mjög ánægður og stoltur af þessu. Finnið þið fyrir því kannski nú þegar að þetta farið að draga gesti til bæjarins? Já, það er alveg gjörbylting. Allar götur fullar af ferðafólki og rútum. Þetta er ótrúleg breyting á einu ári. Eins og Ólafur benti á, líkur ferðinni franska safnið úti á bryggju, en það var hafnarsjóður Fjarðabyggðar sem kom að byggingu hennar. Hún var að sjálfsögðu vígð með viðhöfn, enda hefði vantað punktinn yfir ið ef bryggjan hefði ekki verið með. Jó, hún er einhvern veginn partur á heildarmyndinni. Hún er eiginlega nauðsynleg til þess að klára dæmið. Það er bæði til myndir og svo segja sögur allt á milli 200 og 300 duggur hafi verið hér inn í einu. Og þá voru þær að koma hér inn til að umskipa í stærri skip sem fóru síðan með aflann út. En það er héldu áfram veiðum hér við Ísland. Og það er sagt að borði hverri hafi verið svona 25 sjómenn. Og menn geta þá séð hvílíkur fjöldi hefur verið hér, kannski yfir 2000 frakkar
og í byggðarlagi sem telur 300 íbúa, þannig að þetta hefur nú eiginlega verið meira líkt frönskum bæ heldur en íslenskum. Eru þið búin að skoða safnið? Já, þetta alveg aðdánavert, vel gert. Maður bara sjóveikur að koma inn í skútuna. Segir þú það sama, fannstu fyrir sjóveiki? Já, og svo saltfisklyktinn alveg bara og fólki svo eðlilegt, maður bara langar til að koma við og athuga hvort það sé örugglega ekki lifandi bara. Meðal þeirra gesta sem komu til hátíðarinnar á Fáskrúðsfirði langt að voru gestir frá Gravelín, vinabæ Fáskrúðsfjarðar í Frakklandi. Þau voru uppáklædd á franska vísu og þau segja söguna veiðar Frakka á Íslandsmiðum lifa með frönsku þjóðinni. C'est bien tenu en France comme en Islande. Et je crois que les relations entre Gravelines et Fáskrúðsfjörður sont très bien nouées et très solides. Það eru til margar myndir af eiginkonum frönsku sjómannanna sem biðu manna sinna við vitann í Gravelín. Þær klæddu sig gjarnan upp á, fóru til kirkju og báðu fyrir mönnum sínum og sonum. Þeirra hlutskipti var mikil þrekraun. Elles attendaient à la maison avec leurs enfants et elles espéraient le retour de leur mari pour avoir de l'argent, c'était important. Et souvent ils ne revenaient pas. En líklegt að Frakkar komi til með að fjölmenna til Fáskrúðsfjarðar til þess að kynna sér sögu forfeðranna. J'espère que oui. J'espère que oui. Parce que moi, je reviendrai certainement. Ça fait déjà 3 fois qu'on vient. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Et nous sommes accueillis avec tellement de oui, si sincérité, de chaleur que c'est impossible de ne pas revenir. Þetta einhvern veginn ótrúlega notaleg tilfinning að sjá ánægjusvipinn á fjöldanum sem að hérna búin að vera í dag, ekki spillir veðrið fyrir, ræðuhöld margra góðra manna, niðurstaðan almenn ánægja og þá tilganginum náð. Sáttur sjálfur? Já, ég það. Þetta fullt af smáatriðum sem maður hefði viljað hafa öðruvísi, en þau hverfa gersamlega í heildina að mínu mati. Nú skulum við drífa okkur yfir á Borgarfjörð eystri. Þar var nefnilega bræðslan síðustu helgi. Við byrjuðum hérna uppálega á því 2005 að halda upp á að það voru 120 ára liðin frá fæðingu Kjarvals. Þannig að Kjarvalsstofa hélt partí og bjóð til svona einhvern málþing og Kjarval. Og þá var ákveðið að halda tónleika kvöldið og þá urðu til tónleikar hér í bræðslunni með Emilíunum. Og svo eins og sagt á enskunni, bara rest is history sko. Svo var bara farið að tala strax að við yrðum að gera þetta aftur, þetta var svo skemmtilegt og það var gert. Svo bara rúllaði boltinn áfram og nú allir hættir að tala hvort þetta verður aftur, þetta bara hvernig og allt það sko. Þannig að já, þetta byrjaði sem svona ein saklaus kvöldstund og við rundið aðeins upp á. Ég búin að eigna mér hennar stað, hvort sem fólk sé sammála því að ég sé borgfirðingur eða ekki, þá ég búin að ákveða það fyrir löngu síðan þegar ég var krakki, þannig að þetta bara svona fyrir mig rosalega mikið að koma heim. Besta tónlistarhús í heimi. Ég elska að spila hérna. Þetta svona, maður var alltaf að reyna að tróða sér inn sem krakki, það var alltaf tróðfullt af einhverju þvottavélum og drasli. Síðan loksins fékk maður að leika sér. Ég hef verið á bræðslunni nokkrum sinnum. Ég veit ekki af hverju það hefur atvikast þannig. En það
Ég náttúrulega var mikið hérna fyrir austan þegar ég var yngri sem þá var á Eiðum, allir skólanum Eiðum í skóla, á vini hérna, marga mjög kæra vini og byrjaði svolítið þegar ég kom með mína fyrstu plötu, sem sólóplötu, þá fæddist það svolítið hér á Bræðslunni og hefur svolítið haldist þar sko, getur þetta. Þetta bara svo dásamlegur staður, það svo fallegt hérna og samfélagið eitthvað bara svo dásamlegt. Bara, já, allt við Bræðsluna bara heillandi. Bara fólki hérna, við erum að koma inn í 9. skiptið og það út af einhverju, yndislegt. Við viljum alls ekki að það verði of margir og upplifunin fari eitthvað að skerðast. Þannig að við viljum frekar að þeir sem komi fái að njóta vel heldur en að bæta við gestum og við vitum það alveg að staðurinn lítill og hann tekur ekki við endalausum fjölda gestum, þjónustan ber ekki endalausan fjölda gestum, þannig að við svona höldum í skefjum þeim sem að við seljum miða en að sjálfsögðu kemur fullt af fólki sem ekki með miða til okkar og að njóta annarra menningar, annarra tónleika og bara náttúrunnar og allt það sko. Hvað svona heillandi við, sko, maður þarf náttúrulega bara að líta í kringu sig hérna. Til dæmis, fjöllin allt í kring, eins og núna þegar logn og fjörðurinn spegilsléttur og þetta svo fallegt umhverfi og þú finnur svo fyrir náttúrunni, það svo mikið kyrrð og svo þegar sólinn sest og roðinn alveg öllur hafflöturinn sko, sem maður sé í málverki og gott. Ég held að það sé líka smitandi, mannlífið er gott, þannig að fólk sem kemur hingað, það verður bara eitthvað, það verður allir rosalega líf og kærleiksríkir.